Við ætlum að ræða næst leikskólamálin sem að ég heyrði í þætti hér á Samstöðinni í gærkvöld að væru metið sem helsta pólitíska málið fyrir borgarstjórnarkosningar í Reykjavík. Það nú ekki fyrsta skipti sem maður heyri það. En hún komin til mín hérna Kristín Dýrfjörð sem hefur bæði starfað við leikskóla og kennt fræði í þeim efnum. Vertu velkomin, Kristín. Takk fyrir. Ég rak augun í færslu Já. á samfélagsmiðlum sem þú hafðir skrifað og þar segir að leikskólinn hafi verið hugleikinn allt frá vorinu 1978. Já, það passar. Já, þá starfaði þú hjá Reykjavíkurborg. Nei, reyndar ekki. Nú var ekki? Nei, þá var ég hjá Landakoti sem rak leikskóla því að spítalarnir ráku leikskóla í gamla daga. Já. Og þú varst í 11 ár, lengst af sem leikskólastjóri og síðan menntaðir þig, eða varstu búin að mennta þig þarna? Já. Og hefur svo verið að kenna þessi fræði áratugum saman við Háskólann á Akureyri? Já. Þú segir í greininni, ég hef oft sagt að leikskólinn sé fjöregg samfélagsins og mig svíður að sjá hvernig stundum leikið með þetta fjöregg. Já, það þannig. Ég tengi saman að því að það nú mjög mikið talað leikskólan sem mjög stórt jafnréttismál og forsenda jafnréttis á Íslandi. Og ég alveg sammála því. En leikskóli ekki bara hús. Hann fólk og hann börn og foreldrar og allt annað. Og við getum ekki bara skóplað upp einhverjum húsum og skóplað niður börn og sagt þetta leikskóli. Nei. Þannig leikskóla ég ekki vissum að foreldrar myndi sækjast eftir að vera með börnin sín til lengri tíma. Og þar leiðandi til þess að geta verið þessi stoð sem að auðvitað, leikskólinn fyrst og fremst barnsins vegna segjum við hennar leikskólans. Við leikskólamenntun hugsa út frá barninu en ekki út frá þörfum samfélagsins eða atvinnumarkaðarins. En við vitum þetta öll sömulega að þetta helst allt í hendur. Eru þarfir barnsins ofar en þarfir konunnar í þeirri jafnréttisbyltingu sem hefur orðið, sem hefur breytt miklu? Í okkar, ég skal ekki segja okkar, en allavega í mínum huga, að þá sem sagt, þurfum við að forgangsaða börnum. Ég meina við stöndum fram fyrir því okkar samfélagi í dag að barneignir fara minnkandi. Við að hafa áhyggjur af því að við kannski stöndum ekki undir okkur varðandi sjálfbærni til frambúðar. Í þannig aðstæðum þá þurfum við líka að hugsa það hvernig aðstæður gott að eiga börn í. Hvað gerir það verkum að fólk vill eiga börn? Já. Og þá þurfum við að hugsa velferð barna. Já, og gæði leikskólastarfs. Og gæði leikskólastarfs, það fer saman. Mér finnst nefnilega gæði leikskólastarfs, sú umræða, hún á síður upp á pallborði núna heldur allir þessi tækniatriði með að stytting vinnuvikunar hafi kostað það að það sé risastórt gat á sama tíma og það hægt að vera með barn í vist 42,5 tíma á meðan styttingin komin niður í 36 klukkstundir. Já, þetta náttúrulega og við vitum það þó að það sé ekki allir komni með þessa vinnutímastyttingu að þá ansi margir komni með hana. Og við vitum auðvitað líka því miður að kannski helst þeir sem þyrftu mest á hana að halda eins og þeir sem eru í erfiðisvinnu, margir hverjir sem þyrftu að hafa hana, hafa ekki fengið hana. En flest til dæmis, mér fannst svolítið merkilegt fyrir nokkrum árum að þá kom upp í Kópavogi, af því að við stundum tala Kópavogin, að það var komið vinnutímastytting og það kom eitthvað upp í einhverjum leikskóla og það ekki hægt að ná í skrifstofu leikskólana eftir klukkan 12 á föstudögum, af því það var allir í vinnutímastyttingu. En leikskólarnir hafa ekki þann og höfðu ekki þann það val að bara segja nú ætlum við bara að loka klukkan 12 og svo bara allir styttingu eftir það og þá erum við bara búin að ljúka styttingu þessara viku. Af því það heldur ekki þannig að fólk fór að hugsa hvaða leiðir getur við fundið til að framkvæma þessa styttingu þannig að hún komi út á sem bestan hátt en
mér minnir að þegar styttingin kom inn að það hafi verið umræða það í opinbera geiranum. Það var að tala hugtakið þjónustufall. Það mætti ekki verða þjónustufall. Og ég get ekki, mig rekum inn í það að bæði lögreglan og spítalarnir einhverju leyti hafi fengið auka fjárveitingar til að mæta þessu þjónustufalli. En leikskólarnir, þeir áttu bara að hlaupa. Og hlaupa hraðar. Sýnir ákveði viðhorf. Já, og ég bara, ef þú hugsar það, þú ert með kannski deild með börnum, einhverjum aldri, þar sem þú ert kannski með 4-5 starfsmenn. Það fer eftir hvernig deildin samansett og það fer eftir aldri barnana og það fer eftir hversu mörg börn þurfa sértækan stuðning og svo framvegis hvað eru margir starfsmenn inn á deildinni. En segjum að séu 5 starfsmenn á kannski 25 barn deild eða 30 barn deild. Það er einn í vinnutímastytting á dag sem ekki mætt. Nei. Það þýðir að það eru það hálfur dagur á hverjum degi sem ekki mannað. Og það enginn sem mætir því og svo koma veikindi sem hafa verið gríðarlega mikið. Hvort var ekki samtök atvinnulífsins eða viðskiptaráð sem var að benda á gríðarlega mikið veikindi á meðal inn í skólum meðal annars og inn í ýmsum kerfum hjá borginni. Og það er þannig. Það hefur alltaf til fyllt leikskólum tölurveikindi. Það er kannski vegna líka bara aðstæðna og þú ert auðvitað í ákveðnum potti. Umgangspestir. Já, sem að öll börnin fá. Og svo er bæstu kulnun núna í seinni tíð? Kulnun er töluverð og tengist auðvitað mörg af þessu. Og ég menna þú ert með lítið rými, leikskólarnir eru flestir með frekar lítið rými, þannig að það er líka það er ákveðið álag af hávaða, það er ákveðið álag af bara svona líkamlegt álag sem að er þarna inni fyrir utan þetta tilfinningalega álag og þetta gerir það verkum að veikindi hafa aukist og veikindi eru til staðar í leikskólum og hafa alltaf til verið, þó kannski ekki eins mikil eins og virðast vera víða núna. Og þannig að aðstæðurnar eru fyrir fólkið eru bara ekki endilega þær bestu og það skiptir engum máli hér hvort við erum að tala leikskólakennara eða ófaglært starfsfólk. Þetta eru aðstæðurnar sem allir sem vinna í leikskólum mæta. Fyrir utan allt þetta skemmtilega, af því ég ætla ekki að tala ég meina ég bara sjálf það er ótrúlega gaman að vera í leikskóla. Já, og maður hefur hitt leikskóla kennara sem en maður má ekki, það verður að orða vandamálið. Já, ég er náttúrulega sjálfur langa leikskólasögu og börn langt aftur í tíman og svo miklu yngri börn, þetta er nú tegir sig á 3. áratug, barneignar ferill minn. Já, já. Þannig að ég hef aðeins geta borið saman tíman að tvenna í þessum efnum en eitt er það sem að blessunulega ég upplifði á öllum tímaskeiðum, það var starfsfólk sem naut vinnunar alveg fram í fingurgóma og brann fyrir því sem það var að gera og náði á köflum svo persónulegum og dásamlegum tengslum við börnin að maður er kannski Facebook-vinnur þessa starfsfólks mörgum áratugum seinna og það er enn að segja hvernig líður þessum og hvernig gengur þetta og svona en þetta er rómantíska hliðin á þessu. Jú. Og eins og þú segir sjálf, við erum ég boðaði þig í þetta spjall í dag frekar til þess að ræða álitaefnin og krifið þetta með gaggrínum hætti en hitt má aldrei gleymast heldur hvað það er náttúrulega margt gott. Af því við viljum ekki tala niður leikskólan. Nei. Það er svo hætt við í svona umræðan villum sem höfðu miklar áhyggjur í fyrra inn í háskólanum þegar að öll umræðan var svo neikvæð allt kennarastarfi þegar var bara kennarastarfi var eiginlega bara undir árás frá ákveðnum fjölmiðli. Svo ég segi nú bara að ég upplýða þannig. Þú ert að tala um hádegismóana. Ég er að tala um eitthvað og en síðan komu þessu samningar þar sem alla kennarastéttirnar stóðu saman og allar stóðu saman í gegnum þetta verkfall og hvernig átt að brjóta það niður og leikskólinn virkilega var þar í farabroddi vegna þess að verkfallin þeirra bitu meira heldur en annara. Þetta
og síðan þessi samningar sem náðust sem að skiptu mjög miklu máli. Þeir til dæmis, þegar að ég byrjaði að kenna í haust inn á meistarastiginu og ég fór að spyrja fólki sem þar, hvers vegna það væri komið í nám og við fáum fólk inn á meistarastigi sem með allavegana bakgrunn í öðru háskólanámi og að ná sér fyrir 2 ára nám til að ná í þessi kennsluréttindi. Og hvort sem það á leikskóla eða grunnskólastiginu eða framhaldsskólastiginu. En allavega þá vorum við mjög stóran hóp á leikskólastiginu og flestir sögðu bara það væri vegna launana og það væri vegna það sæi að því að það sér þetta sem framtíðar vinnusta og þá vill að hafa sér réttindi til að geta vaxið í starfinu líka, hvort það vill verða ná sér í annars konar stöður en að leikskólans eða bara allt mögulegt. En þú heyrir til dæmis frá hægri mönnum núna sem að hafa hátt þessi mál að þeim finnst bara algjör vittleysa að leikskólanámi taki 5 ár. Þeir segja að það hægt að gera þetta á 3 árum og þetta einn vítarhingur en þetta tefur endurlið nýliðun í jobbi og þetta bara tómt rugl, þau eru, ég heyrði einhverju hlaðavarpi búin fyrir nokkrum dögum, það var haft reyndar eftir einhverju heimild í mokkanum sem segir að hluti námsins, þetta sé bara rugl, það sé bara verið að kuppa og leika og sjálfsögur verið að kuppa og leika. Líka. Þannig að sko. Er aldrei vafi í þínum huga að lenging námsins í 5 ár hafi verið til bóta á öllum sviðum? Þegar við lengdum kennaranámið þá engin vafi í mínum huga að það þurfti að lengjast saman fyrir allar kennarastéttir. Að þú getur ekki verið þessar kennarastéttirnar eru saman í stéttafélagi. Þær ganga saman að samningaborði. Þær eru að vilja fá og hafa svipu kjör. Að skilja leikskólan eftir á þessum tíma hefði brotið þetta stéttafélag líka. Og það skipt, og núna til dæmis, ég sagði áðan að mjög stór hluta af því fólki sem er núna í meistaranáminu hjá allavega það sem ég var að kenna, þeim áfanga sem ég kendi í haust sem er leikskólafræði, það fólk, ég held bara 90% uppundir hafi verið með annars konar menntun heldur en úr betnáminu. Og það fólk sem er byrjað að vinna í leikskólan því það eru fjölmargar stéttir út allt, eða ekki stéttir, það eru fjölmargar leiðir til að mennta sig til BA eða BS gráðu sem veita ekki neinn starfsréttindi. Ég meina, þú getur tekið BA í sálfræði, þú getur tekið BA í nútímafræði, þú getur tekið BA í fjölmiðlafræði, þú getur tekið BA í gríðarlega mörgum fögum. Og bæti svo við 2 árum og þá eru orðin leikskólakennari. Já, eða grunnskólakennari. Þú ert orðin kennari. Já. Og mjög margt af þessu fólki sem að fer í þetta 3 ára nám að því að það er áhugavert og skemmtilegt, það er ekki að hugsa þegar það leggur að stað hver eru atvinnumöguleika mínir. Getið þið ekki BS skráði í starffræði og skráðum svo í kennaranám? Já. Einmitt. Þú getur tekið BA gráði í íslensku og skráði í kennaranám. Þannig að þú getur verið með allavegana gráður og það er fólki sem í námunni okkur, það er með allavegana gráður. En það er sérstakt áhyggju efni hve margir lærðir leikskólakennarar virðast vera að heltast úr leik þrátt fyrir verulega kjarahækkun svona eftir því sem maður heyrir út í samfélaginu. Má ég aðeins halda áfram? Já. Ég held að launamunurinn á ófaglærðum starfsmanni í leikskóla og bara nýútskrifuðum læriðum kennara sé mörg 100.000 á mánuði. Já. Og þarna er það er að einhverju leiti óskýrt eða hvað að þessir samningar í fyrra sem stórbættu kjörkennara að við séum enn virðist vera á sama stað og jafnvel vera að tala flótta lærðara leikskólakennara núna eftir þessi kjarbót. Flóttin er vegna aðstæðna, ekki vegna launa. Flóttin er mér skilst á Haraldi að það sé búið að við mistum mjög mikið að leikskólakennurum yfir í grunnskólan.
Já, þú ert að vitna í Harald Formann. Harald Formann, félags leikskólakennara. Þegar það var gerður þegar var gert eitt leyfisbréf fyrir alla kennara, Lilja Alfreðsdóttir gerði það 2019, þá mistu við mjög fljótlega mjög marga leikskólakennara yfir í yngstu deildir grunnskólana. Þeir eru mjög eftirsóttir þar. Vinnuumhverfið þeirra þykir betra. Vinnuumhverfið þeirra þykir betra á mjög margan hátt. Og ég tók viðtöl sjálf á þessum tíma við marga og það var samdóma álit að þeir ættu meira fyrir sjálfan sig af orku þegar að vera búin með vinnudaginn í grunnskólanum heldur en þeir að áttina leikskólans. Kemur ekki óvart í sjálfu sér. Nei. Og bara vinnu aðstæður, ég meina þegar börnin fara út úr stofinu þá hefur þú stofinu til að vinna í. Það er ekki þannig hjá leikskólanum. Leikskólanir undirbúningstíma þeirra fer annarkvort fram nú orðið einhverju liti heima eða þá inni í rýmum þar sem þú ert bara jafnvel að slást tölvur, af því að það er ekki á meðan á þessum tíma þegar ég tók sér viðtöl sem var rétt eftir þessa breytingur þá bara leðu byrjar í grunnskóla fyrst afhent fartölvu. Þú veist, þannig munurinn á aðstæðum var svo mikill og ég man alltaf eftir því að það var eitt kennari sem sagði við mig mér vantaði skæri og ég fór svona læstu því skjálfandi að biðja skæri fyrir börninu og svo bara kom kassi á skærum. Þetta er einhvern veginn, auðvitað er þetta mismunandi á milli leikskóla og milli sveitafélaga en þetta einhvern veginn hefur verið lengi innan leikskólana svona meiri aðhald í öllu. Já. En fyrst og fremst er þetta aðstæðunar, vinnu aðstæðunar, ekki þetta beint, en bara þetta að hafa stofuna fyrir þig og geta slaka niður og undirbúið í góðu rými inn í stofunni þinni. Já, svo verður á höfuðborgarsvæðinu fjölgun. Mikil fjölgun. Og stór hluti af fjölgunni er fólk af erlendu bergi brotið og við erum blessunlega farin að lifa það tíma að maður getur rætt þær áskoranir sem fylgja því án þess að vera kallað rasisti. Það bara segir sér sjálft að þetta hefur valdið náttúrulega auknu álægi inn í kennslustofum, bæði innan leikskólana og grunnskólana og allt það. Og það hefur kannski ekki verið fjármunir eða tími eða orka nýtt í þessa samfélagsbreytingu. Við fáum innan leikskólan koma þessi börn auðvitað, en líka starfsfólki. Þetta er stór hluti af starfsfólki. Þessar tölur er því miður bara Hagstofan hefur ekki safnað þessum tölum. Nei. Og og ég hef ekki gert það sjálf, en ég veit, ég hef komin í leikskóla þar sem að á yngstu deildinni starfaði ekki einasti manneskja sem hafði íslensku sem upprunamál. Já, þá erum við í rauninni bara með vöru svik. Ég ætla ekki að segja að fólk hafi talað vonda íslensku. Nei. Sumir töluðu bara alveg ágæta en ekki allir. Já. En þú ert ekki, við erum að tala börn á máltökaldri. Já. Og við vitum að þetta er ekki óalgengt og ég veit ekki hvað ég er búin að lesa mörg viðtöl við fólk sem flytur til Íslands og þær ábendingar að besta leiðin til að læra íslensku sé að hefja störf í leikskóla. Já. Hvað hefur þú lesið mörg svona listvitur? Það sem að kemur fram, ég fór í leikskóla og mjög algengt að fólk fer að vinna hjá yngstu börnunum að því að þau skilja hvort er ekki. Já. Veistu hvað ég er að meina? Já. En auðvitað er þetta áskorun, þannig að þetta er líka áskorun fyrir leikskólastjórana að halda ut, því þetta er fólki sem þó vill vinna og sækir og bara frábært. Ég man ekki hvað voru margir hjá mér, það voru mjög margir nemendur núna sem að voru með erlenda bakgrunn í meistaranáminu. Bara fólk sem að er að bæta við sig þessum réttindum líka og talar bara og getur tekið námi á íslensku. Bara frábært. Já. Þannig við skulum ekki setja alla útlendingana undir sama hatt, en ef þú ert í umhverfi þar sem þú hefur ekki fagfólk, þú hefur ekki aðra íslendinga alltaf að tala við, þú ert ekki í vinnu, þá ertu komin í svolítið vítarhring. Já. Okkur finnst Bandaríkjamenn stundum gamaldags og að kynjajafnrétti sé hann náttúrulega sótt alveg svakalega því núna með Trump. Já. En jafnvel fyrir Trump þá fannst okkur þeir vera mjög aftarlega á merinni í jafnréttismálum og kannski voru þeir það. En af hverju er ég að nefna það til sögunar? Jú, vegna þess að einu sinni vann ég við það
Ég hafði atvinna því að umgangast erlenda ferðamenn, langmest bandaríska og þeir komu inn á heimili okkar hjóna og við áttum við að svona menningarspjall þar sem við skiptumst á sögum af bandarísku og íslensku samfélagi og hérna það var eitt sem að bæði kallar og konur frá Bandaríkjunum áttu alltaf sameiginlegt í öllum þessum heimsóknum. Það var að grípa andan úr lofti þegar við sögðum frá okkar kerfi hvað börnin okkar væru margar klukkustundir á leikskóla, á stofnun. Og alltaf sögðu sömu söguna. Konan var kannski komið með doktorsgráðu þarna í Bandaríkjunum þegar barneignir hófust og þá fór hún tímabundið að minnsta kosti út á atvinnumarkaði og þeim fannst þetta bara sturla, þeim fannst við barbarar. Þeim fannst við bara ekki huga að velferð barnanna að útvista þeim 8-9 klukkustundir á dag. Og við blésum alltaf á þetta kvöldidags, já, voðalega það skrýtnir þarna í Bandaríkjunum. En svo hafa svona straumanir í samfélaginu, þeir hafa velt núna upp einhverjum spurningum sem að við bara vorum búin að stimpla með ákveðnum hætti fyrir ákveðnum árum og auðvitað viljum við ekki að konan beri meiri þunga eða fórnir heldur en kallinn. Við viljum það alls ekki. Nei. En nokkuð skrítið að við svona reglulega skrútinerum fyrri hugmyndir okkar hvað í lagi, meðal annars með þennan langa dvalartíma barna, oft ung. Nokkuð óeðlilegt við að við bara svona líka ræðum það í rólega heitunum hvort við höfum alltaf gengið til góðs og hvort það einhver aðra leiðir sem við getum haft til þess að bregðast við nýjum tímum, nýjum hugmyndum, nýri þekkingu. Sko, þarna kemur inn á atvinnulífið. Af því að þetta er samstagsverkefni, ekki bara foreldra og opinbera aðila, heldur líka bara allra þess að í atvinnulífinu. Foreldrar, eins og við komum að hérna áðan, ég veit ekki hlutfallið á vinnumarkaðinum sem þegar komið vinnutímastyttingu en það er töluvert hátt. Þó það sé ekki allir. Og það finnst öllum það vera rosalega gott og fjölskylduvænt, en þá samt ekki að koma til góðs fyrir börnin. Þá er ég að meina það að þá ekki að stytta vistunartíma þeirra, af því að foreldrarnir þurfa mýtíma eða eitthvað, sem getur alveg verið, en einhvern veginn þegar maður ákveður að eiga börn, þá líka tekur maður ákveðuna á ábyrgð, vonandi, gagnvart sínum börnum. Og ég veit það ekki, en ég held að Bandaríkjamenn, ég er alveg sammálaður, þeir eru mjög aftarlega á mérinni, ég menna, þeir eru ekkit út að tala ástæðan fyrir því að konur fara heim, bara þetta fá kannski 3 vikna fæðingarorlof. 6 vikur kannski max. Það bara segir sér sjálft. Ég held að íslenskar konur myndu líka gera það ef aðstæðuna væri þannig að þær fengju bara 3 til 6 vikna fæðingarorlof. Þá væri þær örugglega líka viljugri til að fara út af, ekki bara út af köllum heldur, vegna þess að bara líkamlega og á andlega það kannski bara ekki tilbúnar að fara í vinnu eftir svona stuttan tíma. Mjög góða punktur. Þannig að bandarískt samfélag bara dálítið mikið öðruvísi. Já. Og en ég minna núna er borgarstjórinn í New York. Eitt af því sem hann er að reyna að gera er að bjóða upp á leikskóla. Af því að hann áttar sig á því að það skiptir máli. Leikskólarnir með þessi löngu leikskóladagar, við vitum alveg að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er með því mesta í heiminum. Já. Við vitum það líka, og það hefur reiknað út, að atvinnuþátttaka kvenna hefur skilað þjóðarbúinu töluvert miklum tekjum. Við erum að hærri þjóðatekjur á mann vegna þessara atvinnuþáttöku. Mikil atvinnuþáttaka þýðir aukna prósentur í þjóðartekjum á mann. Þannig að það eru atvinnurekundum í hagkvæmt að hafa langa leikskóladag og að tengja það þessum líka langa vinnudegi.
Þannig að þetta Þeir þurfa að stíga inn í... Þeir þurfa, þetta eins og ég sagði, þetta er samstarfsverkefni samfélagsins. Já. Og það má ekki bara hugsa hvað klikkar í kassan einhverstað annars staðar heldur en inn í leikskólanum. Nei. Ég held líka, ég hlustaði á viðtal við Sigurjón formann félags stjórnandi í leikskólum í gær. Já. Og hann var að tala þar var að tala leikskóla byggingar, hann var mættist náðu svo miklu. Já. En ég stundum að hugsa leikskólar sem þegar ég var ung og var að vinna í leikskóla, dæmi eitt leikskóli sem núna miklaður, þar voru 34 börn, svo allt í nú voru það bara 54. Nokkrum ára setna þegar búið að gera nýja samninga, búið útvist eða sem sagt þá búið að reikna át einhver ákveðna fermetra og búið að fjölga börnum þegar þú ert síðan, og þessi skóli eru bara byggðir eins og hvert annað einbýlishús á sínum tíma. Já. Þannig að það er engin loftskipti, það er engin loftræsting. Nei. En þú bæti bara einfullt af fólki og með þessum þegar börnunum fjölgar, þá fjölgar líka starfsfólkinu og svo hefur starfsfólki líka fjölga vegna hluta eins og stuðnings. Já, þetta hlýtur að kosta verri líðan, bæði hjá börnum og starfsfólki. Já, og ég bara stundum er ég að hugsa, er þetta ekki líka bara myglan, þú veist, þú ert með 50 útigalla sem eru drullu blautir. Já. Inn í rými sem er ekki loftræst. Já. Ég bara segi svona. Já. Þú veist, þannig að ef við ætlum við þurfum að horfa á leikskólamálin ekki bara út frá mönnun, heldur þurfum við að horfa út frá umhverfinu sem við erum að bjóða börnunum upp, við þurfum að horfa upp á rýminu, við þurfum að horfa upp á menntunina, við þurfum að horfa upp á hvernig samfélagi kemur að, við þurfum að horfa á þetta frá ótal mörgum hlutum. Svo ertu að gera rannsókn eða nýbúin að gera rannsókn á mötuneytum leikskóla. Já. Og þar kemur fram hvað? Já, ég sem sagt var þáttakandi í verkefni á vegum Matís, þar sem að við vorum með lokafund, þar sem að vera að rannsaka þarmaflóru barna og ég kemur náttúrulega ekkert að því, en ég kom að því þar að hringja í leikskóla og biðja matseðla þessara barna. Og ég spurði þegar ég gerir það, þá spyr ég hvort að maturinn sé eldaður á staðnum með aðkeyptur. Það leið svona 1,5 ára milli sem ég ringdi í leikskólana því að þetta voru fleiri en eitt skipti og það semst verið að skoða matseðlana, eða það sem börnin voru að borða rétt áður en þessi sýni voru fengin hjá þeim og og þá finn ég bara það að það eru sífellt fleiri sem að segja að þú getur bara farið inn á þetta fyrirtæki og prenta út matseðlinn fyrir daginn. Þannig að ég hugsa, já, hefur þessum fjölgað og ég fór inn á síðurnar hjá þeim og skoðaði þá sem eru með á opið hvað þeir eru að þjónusta marga og ég sá að eitt fyrirtæki, ég held að þeir hafa verið með 80 leikskóla eða eitthvað álíka, þetta var alveg gríðalegu fjöldi. Þannig að ég, áður en ég fer á fund, þá vildi ég gjarnan vita meir um þetta, vildi geta sagt fólki þar inni. Og ég sendi út spurningakönnun í leikskóla. Ég fekk svör frá 181 leikskóla sem er bara gríðarlega gott. Ég sleppti að senda á sumastæð, ég er ekki að senda á skóla sem eru kannski eins og 5 ára deildir. Þannig að þetta er mjög hátt hlutfall og út frá því þá sé ég, og þetta er náttúrulega út allt land, að þá sé ég að tæplega, það eru 45% af þessum sem eru búin að útvista matnum. Það er rosalega hátt hlutfall. Sem þýðir það að það er ekki lengur leikskólaeldhús. Nei. Og nema, það eru þetta móttökueldhús. Já, og hver eru gæðið þessa matar? Það er náttúrulega bara auðvitað upp ofan. Ég veit að þetta er alls staðar á landinu, stóru eldhúsin hérna á höfuðborgarsvæðinu er ekki kannski að senda eitthvað stað norður. Gerðu það einhver, en sumstaðar er þetta bara kannski vegna þess að grunnskólinn er að elda fyrir leikskóla, ef það er lítill leikskóli skiluru. Sumstaðar er þetta því að hótelið í bænum eldar fyrir sveitaskrifstofuna og leikskólan. Þetta er allavega hana. En hér á höfuðborgarsvæðinu er þetta meira að minna þessi stóru fyrirtæki sem að koma inn og þau koma jafnvel með mannskap með sér. Og það þýðir að það léttir mjög álagi vegna þess að ofan á allt sem búið að vera að gerast þá hafa leikskólastjórar gegnum tíðina mjög oft hlaupið í eldhúsin.
Ég veit að þetta gali að segja þetta. En ef þú ert með opin leikskóla með 80-120 börn og kokkurinn veikur, hvað þarf að gera? Einhver verður að elda matinn og það þú tekur það ekki af starfsfólkinu á deildum mjög oft. Þú tekur það oft af, það er oft fólki sem í stuðningshlutverkunum sem hleypur inn í þessi störf. Lesið það út úr orðuðinum að þetta geti bæði verið gott og vont, þessi þróun? Já, sko, fyrir leikskólastjórana þetta léttir. Þetta ákveðin léttir og veitið þeim ákveðin fyrirsjáanleika. Því að það nú uppáhaldsorðið í samræðinu í dag fyrirsjáanleiki, að þá veitir það ákveðin fyrirsjáanleika að þú þurfir ekki að hlaupa, að því að þú veist aldrei hvenær þessi dagur kemur. Og ég veit líka, að því að ég spurði líka það, að mjög hátt hlutfall þeirra sem að starfa í eldhúsunum ekki með menntun á sviðinu. Já, en á móti kemur sko að næringagildi fjöldaframleiðs matar þar sem einblínt á hagkvæmni hefur ákveðna áhyggjur, við höfum ákveðna áhyggjur á því. Já. Og það hafa stjórarnir líka. Já. Það ekki, sko, það ánægja vegna þess að þetta persónulega gott fyrir viðkomandi. Já. Af því að þetta léttir á þér, þetta tekur eitt verkefnið af öllum þeim verkefnum, ég meina að allar skýrslur sem að leikskólastjóra þurfa að búa til sem að verið að kalla eftir, af því ég nú skoðað störf leikskóli dálítið lengi. Þá veit ég að þegar ég var leikskólastjóri, fyrir þar að verða 30 ár síðan ég var leikskólastjóri hjá borginni, frá því ég fór norður að vinna við háskólan, þá var ég leikskólastjóri í 10 ár. Og á þeim tíma þá skilaði ég ég skilaði vinnuskýrslu, ég skilaði uppgjöri varðandi tekjur, þar að segja það sem að foreldrarnir borguðu gjöldin. Ég skilaði kannski 2 skýrslum á ári fyrir utan þetta sem ég gerði mánaðarlega. Já. Þetta ekkert svona lengur. Nei, nú erum við först í bírókratísku helvíti. Sko, það er allavegna skýrslur og það þarf að vera búið til allavegna áætlanir og hver áætlun þarf að uppfærast kannski árlega, kannski annað hvert ár. Ég kom í leikskóla fyrir norðan þar sem leikskólastjórinn setti allar þessar skýrslur inn á kaffistofu. Hjá starfsfólki hengdi þar upp bara svo fólk átti að segja á hvað það væri sem hún þyrfti að halda utanum. Og þú þarft að sýna fram á það, þú sért að fylgja þessum áætlunum og skýrslum eftir sem kallar á ennþá meiri. Þannig að það að losna við eldhúsið bara getur verið rosalegu léttir. Já, ég trúi því alveg. Þannig að ég bara skil ofsalega vel að leikskólastjórar og leikskólar fyrir utan það náttúrulega kostnaðurinn við matinn kannski herri hlut sem sagt foreldrar eiga að borga það bil efnisgjald sem það næri ekki einu sinni held ég af því gjöld í leikskólan eru sko, þú veist, það efnisgjald fyrir, þú borgar sérstaklega fyrir hátismat, þú borgar sérstaklega fyrir morgunmat og hvaða nú er. Eru engin sveitarfélög í Íslandi sem bjóða frían leikskóla? Jú, það eru einhver 2-3 lítil sem gera það. Já. En annars þessi kostnaður hvað mikill þess að það sko, ég bara veit ekki hver gjöldin eru nákvæmlega því ég bara fór ekki að skoða þau. En ég skoðaði inn á, það mælaborð inn á Samband íslenskra sveitarfélaga sem ég rendi gegnum í morgun. Já. Og inn á þessu mælaborði þá til dæmis borga foreldrar í Reykjavík 7% af raunkostnaði leikskólans. Þessi kostnaður þegar ég var að starfa var kannski 30%. Já. Þú veist, borgin með einna lægst af stóru sveitafélögum, það eru minni sveitafélög það sem minna. Það eru lítil sveitafélög þar sem að kostnaðurinn þar sem að teki meira. En af stóru sveitafélögunum þá Reykjavík langlægst. Ég held hvort það var 11-14% í fyrra sem að var til dæmis á Akureyri og þá var 8% í Reykjavík. Eða þar sem ég hitti fyrir tölnur alltaf ári. Þannig að þetta foreldrar borga raunverulega mjög lítinn kostnað af raunverulegum rekstrakostnað í leikskóla. En eins og við höfum að simprað á þá getum við rætt leikskólamál frá þrennum sjónarhornum að minnstakosti. Hagsmunum barnanna, hagsmunum foreldra,
hagsmunum starfsfólks. Og hagsmunum atvinnulífs. Og já, svo til náttúrulega pólitískir hagsmunir atvinnulífið og allt það. Hvað segja fræðin svona glóbalt rannsóknir svona langan dvalartíma í leikskólum eins og hér á landi? Er það ekki rétt skilið hjá mér að hann yfir lengri á Íslandi heldur en í samanburðarlöndum í kring að jafnaði? Jú, sko, en samt, þetta alltaf svolítið, þú veist, þetta opinberar tölur og hver hagstofa velur hvað tölur hún setur inn. Okay. Ég hef oft fyrir það með að ég veit að leikskólar við erlendis eru opnir mikið lengur en hjá okkur. Já. En þá það kannski bara því að það bara hluti barnanna, sko, sumböðar eru kannski alveg bara ennþá lengri tíma. Þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla, þá leikskólinn opin frá kortur yfir 7 til 7:30 til 6:30 á kvöldin, hér á Íslandi. Já. Það breyting. Já. Og sumböð voru allan annan tíma. Var það? Já. Var þetta þá og enn frekar í dag að einhverju leyti skipt eftir stéttum? Já. Einmitt. Það var auðvitað þannig að sko, það voru börn einstæðra foreldra, börn námsmanna og börn leikskólakennara sem höfðu heilstagsvist, hinn höfðu all bara hálfstagsvist. Og það var auðvitað mikil breyting og þetta voru breyting hérna, og ég meina, þú sérð víða hérna í Reykjavík, það standa hlið við hlið tveri leikskólar, bara næstum og í hruninu voru þeir sameinaðir, hrunið fór líka illa með leikskólana, en allavega í hruninu voru margir þeirra sameinaðir, bara sem dæmi það sem að ég var með barn á Sunnuborg og við næsta hús við hliðina hét Holtaborg og þar var ég að vinna. Holtaborgin var hálfstagsleikskóli, þar sem börnin giftu foreldrarna voru. Sunnuborgin var börn einstæðra foreldra, námsmanna og leikskólakennara. Þetta var svona hólfað. Þetta var bara raunveruleg skipting eftir félagsleir stöðu foreldra. Og ég til dæmis var ekki alveg að kaupa það á sín tíma þegar við fórum í þessa breytingar að breyta leikskólanum, þessum hálfstagsleikskólum í heilstagsleikskóla og það löng saga og þetta gerðist í kring 1990 en svo bara allt í einu fattaði ég, heyrðu, við erum að brjóta niður félagslega múra. Þetta snýst ekki um hvað mér finnst að leikskólinn breytist í, við köllum það brautastöðvar í hádeginu því að þá var mjög mikill álagstími að því að þá voru börn sem voru 6 tíma á morgninum og börn sem voru 6 tíma, þannig að það var 2-föld barnafjöldi í 2 tíma og þetta snýst um það að breyta samfélagsgerð. Þetta snýst að búa til sko, að við getum gert þetta á þennan hátt og þá flýtum við fyrir því að búa til heilstags leikskóla fyrir alla sem auðvitað eins og við vitum hluta þessar þessu jafnrétti við erum búin að vera efst á gender gap listanum bara núna verða 20 árið eitthvað, 16 árið, ég man ekki hvað við erum búin að vera lengi efst á þessum lista. Og prívat þá hef ég áhyggjur af því ef við ætlum að móla leikskólakerfið að innan sko, við erum alltaf áhyggjur af PISA-listunum en við höfum þetta líka listi sem að leikskólakerfið okkar hefur orðið til þess að við erum svona ofalega á viljum við, ef við erum að tala um svona samkeppnishæfni þjóða og allt það því það alltaf verið að ræða það þá þessi gendergaplisti líka mjög eftirsóknarverður og og ég hef bara áhyggjur af því að ef við ætlum að móla leikskólan, ætlum að setja bara á hann sleggju, þá þá hafi það áhrif á miklu fleiri staði heldur en við áttum okkur á í dag. Sumir segja að hluti umræðunar mjög neikvæður sé vegna þess að það sé upptaktur einkavæðingar leikskólana. Já. Vilji sumra verið standa til þess? Já. En það breytir því ekki, það ekki til fólk. Nei. Það skiptir engu máli þó þú veist. Kannski verða leikskólar framtíðarinnar bara svona jöppís, forréttindi sterkustu og stóru. Já, og svo sko með þessum fyrirtækja leikskólum, þú veist, það sem að þeir kannski koma til með að hafa fram yfir að geta kannski, ég veit það ekki,
boðið upp á fyrirtagsstarfsaðstæður. Þannig að þá erum við líka komið stéttaskiptinguna aftur, bara á annan hátt. Já. En eitthvað sem að þú hefur svona býrðu yfir þekkingu og menntun og reynslu til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvað þú myndir sjálf telja æskilegan vistunartíma, og þá er ég að tala kannski hámars vistunartíma barna og frá hvaða aldri? Sko, ég nú ein af þeim sem að lít líka á leikskólan sem forvörn. Ég lít á hann sem mjög mikilvægan til dæmis varðandi barnaverndunarmál. Við vitum það að þannig að ég held að við verðum alltaf að hafa leikskóla til fyrir ungbörn. Ekki vegna atvinnulífsins, heldur vegna þess að við höfum foreldra sem bara þurfa á því að halda. Og mér finnst það mjög mikilvægt, en mér finnst líka alveg eins mikilvægt eins og bara að þessir leikskólar séu þá úrvalsleikskólar. Það er ekki gott fyrir ársgamalt barn eða 8 mánaða gamalt barn. Yngsta barni sem ég hef haft í leikskóla á minni starfshæfi var bara rétt 3 mánaða. Bara því við bara tölum svolítið að því ég er svona gömul. Ég er líka gamall. Frumburðurinn minn hafa 6 mánaða þegar hann byrjar. En ég var sem sagt leikskólastjóri þar sem ég var með börn alveg niður í 3 mánaða. Þetta er alveg rosalegt. Þetta er bara allt öðruvísi samfélag. En á þeim tíma var það líka þessi yngstu börn kom inn, það voru það annarkvort leikskólakennarabörnin eða börn sem voru í einhverjum forgangi af einhverjum ástæðum. Og við þurfum þess, og ég held en við þurfum góða leikskóla. Ég held að góður leikskóli, þá skipti ekkert máli hvenær börnin byrja. En ef að leikskólinn er ekki góður, ef það er ekki fagfólk, ef það er allt of mörg börn, allt of lítið rými, allt of mikill hávaði, allt þetta sem er líka, þá held ég að sé bara ekki gott fyrir börn að vera þannig að þetta er alltaf aðstæðbundi. Hámarstími, sko, ég held að barn hafa ekkert vont af því að vera langa daga ef það er við góðar aðstæður. Og veltur og félagslegum aðstæður. Veltur og bæði og félagslegum aðstæður. Ef félagslegar aðstæður á heimilinu eru góðar og öll ytri skilyrði eru góð. Og skilyrðin í leikskólunum. Já. Þú mátt ekki gleyma þeim. Nei. Það er ekki nóg að barn búi við góð skilyrði heima hjá sér ef að skilyrðin í leikskólunum er ekki góð. Nei. Ef það er endalaust randa á fólki, mikla umbreytingar. Við erum að tala eins og með yngstu börnin, við erum að tala tengsl. Já. Þegar að það út alltaf með nýtt starfsfólk, þá byggist ekki upp traust, það verður ekki tilfinningalegt traust hjá þessum börnum. Þú ert að tala um það þegar þú varst með börnið þín í leikskóla fyrir einhverjum árum og jafnvel áratugum. Mörgum áratugum. Og þú hafir byggt upp ákveðið traust gagvart og tengsl, þú hafir upplifað mikið traust og tengsl á milli barnanna þinna og þeirra sem að voru að vinna með þeim. Tengsl sem að halda enn þann dag í dag. Einmitt. Ef þú ert með endalust randan í fólki, þá býrðu ekki til þessi tengsl. Nei, það segir sér sjálft. Það segir sér bara sjálft. Já. Þannig og það er ekki gott fyrir neitt. Nei. En sko, er það tilfinning þín? Þannig að ég ætla bara að segja að hámarkstími, sko, sjálf myndi ég halda 6 til 7 tímar á dag væri bara gott fyrir öll börn. Einmitt. En er það tilfinning þín eða byggt á vísindalegri þekkingu og rannsóknum að þetta félagslega umhverfi leikskólana sé mjög mismunandi frá einum leikskóla til annars? Það er mjög mismunandi milli, ég veit það. Já. Ég veit bara, ég þarf ekki annan að horfa á tölur. Já, þannig að sko á sumum leikskólum gætu foreldrarnir strangt tekið sér í munn hugtak eins og þjónustu svik á meðan í öðru hverfi er bara allt upp á 10. Já, það er bara þannig. Já. Þú getur verið meira sem bara verið hlið við hlið. Já. Það þarf ekki að vera milli hverfa. Nei. Við höfum mjög mismunandi aðstæður inn í leikskólun. Já. Og við höfum, eins og ég sagði áðan, bara þetta að leikskólakennarar sé að velja með fótunum og færa sig yfir til sveitafélaganetni í kring vegna þess að þar telja þeir aðstæður vera betri og þannig hefur orðaðan verið. Og leikskólafólk hefur komið fram og sagt það bara beint út. Að þá þá
minnkar alltaf prósenta fagfólksins sem að alltaf ákveðin hætta sem fylgir því að því að fagfólki hefur þekkinguna, það hefur kenningarnar, það hefur hugmyndafræðina, það hefur ekki bara, ég meina við tölum snemmtæka íhlutun, mikilvægi hennar. Hluta því að geta beitt snemmtækri íhlutun er að koma auga á það sem þarf að beita snemmtækri íhlutun við. Ef þú bara með að krakka 20 sem að koma bara beint úr menntaskóla eða á gapári eða veistu hvað ég að meina eða bara fólk sem að að koma einhvers staðar annar stað frá annarri menningu, þekkir ekki tungumáli, þá kemur það ekki auga á það sem þarf að koma auga á sem að þú hefur með þinni menntun og þínum bakgrunni og þinni fræðilegur þekkingu. Og þess vegna, það er ekki bara út af skipulega leikskólastarf, það er líka vegna bara hvers eins bats sem þessi þekking skipti máli. Þannig að að því vorum að tala um útvistun, hluta því að sem að gerist líka þegar að þú hefur ekki fagfólki, þá kaupir þú einhverja lausnarpakka. Þú kaupir einhverja pakka inn í leikskólan sem að tekur að því þá hefur þú kannski eitthvað pínulítið sem leikskólastjóri hugmynd það að það sé verið að vinna allavega eitthvað faglegt starf. Af því að annars, af því ef þú ert með fagfólki þá treystur því. En ef þú hefur ekki fagfólk og hefur engan sem hefur bakgrunn, þá kannski ferðu inn í einhverja svona lausnir sem eru markaðsvæddar lausnir. Kristín, nú veit ég bara heilmargt sem ég vissi ekki á þér. Kærar þakkir fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og ræða þessi mál. Já, heldur þetta að verði kosningamál? Á víðum grunni. Já, sko... Nú ætla ég bara að spyrja. Góð spurning. Já. Þú meinar þá hér í Reykjavík? Og bara víðum land. Já, eins og þú sagðir áðan, sko, þá held ég að þessi mál séu ég held að sé mjög mismunandi eftir byggðum hvort þessi mál ganga vel eða ekki. Þannig að í sumum sveitarfélögum verði þetta örugglega ekki kosningamál. Það í sumum sveitarfélögum þá hugsa ég að sé bara ríki nokkuð góð sátt og góður andi. Ég er náttúrulega bjó lengi eins og þú veist fyrir norðan og Akureyri. Þannig sumpart önnur umræða þar heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu. Samt ekki. Núna er umræðan þar akkurat þessar styttingar og skráningadaga og kostnaðin við þannig að, en þar vantar ekki fagfólkið. Nei, það er nefnilega mjög hátt hlutfall lærðra leikskólakennara. Ég held að það hafi verið 70-80% síðast þegar ég þurfti á leikskóla að halda sem var á Hólmasól fyrir norðan og Akureyri. En það hefur lækkað. Það hefur lækkað. En það er samt hátt og langt yfir landsmeðaltali. Þannig að En mér finnst gott sko við þessa samræðu okkar að þú ert búin að nálgast þetta frá ýmsum hliðum. Við höfum rætt gæði leikskólastarfs. Við erum ekki bara föst í þessum tæknilegu upprópunum. Þannig að við þurfum að bara heilt yfir gera meira því að ræða gæði þjónustu og starfs. Því þetta snýst ju það. Og gott leikskólastarf er gulli betra og ég sagði í þessari færslu minni að þetta væri fjöregg. Og við skulum passa það. Það er, þú veist, það er lítið mál að slá í fjöreggið og þá bara brotnar það. Kæra þakkir, Kristín Dýrfjörð, hvað ertu, lektor, dósent eða prófessor? Dósent við Háskólanum á Akureyri. Kæra þakkir. Takk. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem hafið fylgt okkur í kvöld. Þættinum er lokið. Mér langar líka að þakka tæknifólki og ekki bara Kristínu Dýrfjörð fyrir komuna heldur öllum gestum, öllum viðmælendum þáttarins í kvöld og mér langar líka að nota tækifærið og þakka ykkur sem eru iðin við að deila eða dreifa efni samstöðurinnar. Þið getið tekið YouTube myndbönd sem þið rekist á eða Facebook streymi eða hvað það er og lift okkar vinnu með því að deila henni og dreifa. Og það skiptir máli fyrir okkur upp á okkar framgang því við berjumst í bökkum eins og allir einkareknir fjölmiðlar. Það eru þið sem skaffið okkur það bensín sem við þurfum, eða ætti ég að segja umhverfisvænt rafmagn til þess að halda áfram störfum og því meiri stuðning sem við fáum frá ykkur, því betri dagskrárgerð getum við
innt af hendi, ætlaði ég að segja. Ef þú hefur oft velt í fyrir þér að gerast styrktaraðili eða áskrifandi að samstöðinni, endilega, en hefur ekki komið í verk, endilega farið inn á samstöðin.is og fyndu þar á forsíðunum hnapp með því að skrolla niður þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði sem að kannski þig munar ekki allt og mikið getur þú haft allt að segja framtíð okkar. Nú það ekki allir sem vita það að við erum líka útvarpsstöð 89,1, það hægt að fylgjast með okkur í alls konar öppum, sjálfur nota í spilarinn.is mikið til að fylgjast með samstöðinni þegar ég ekki hér að störfum. Og þannig að það ýmsar leiðir til að neita okkar, við erum rás 5 hjá Símanum og erum að reyna að eiga samningaviðræður við fleiri sjónvarpsstöðvar eða dreifingar aðila það að fá okkar efnin. En kæra þakkir í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.